Við erum stödd á Miklabæ í Blönduhlíð í Skagafirði. Hér er Miklabæjarkirkja sem margir þekkja, enda stendur hún alveg við þjóðveg 1. Agnar Gunnarsson er bóndi á Miklabæ, fyrrverandi oddviti Akrahrepps og sögumaður mikill. En við ætlum einmitt að fá hann til þess að segja okkur söguna af Miklabæjar Sólveigu, einum frægasta draugi Íslands. Já, Sólveig er náttúrulega fræg persóna, einn frægasta persóna í þjóðsögunum. Hún er eiginlega þjóðsagnapersóna því að það veit eiginlega enginn hvaðan hún kom, þó þessi hugmyndur hún hafi komið út af austan. En upphafið er þannig að séra Oddur, hann gerðist prestur hér 1767, þá var hann 27 ára gamall og sagt er að Sólveig þessi hafi verið ráðskona hjá honum. En það er sagt að Sólveig þessi hafi haft ást á prestinum. En Sólveig var á svo lágum stigum að það var ekki talið eðlilegt að presturinn giftist henni. En hvort að hann hefur haft áhuga, það veit ég náttúrulega ekki sko, eða allavega er ljóst af sögunum að Sólveig hafði áhuga á að giftast Oddi. Og það var sagt að Oddur væri fríður sínum og engin sérstakur ræðmaður en góður söngmaður og myndalegur á velli, þannig að það er mjög trúlegt að Sólveig hafi haft áhuga á hana, því að konur hafa nú oft áhuga á hvern sem eru myndalegir, hef ég nú heyrt. En Sólveig var sem sagt ráðskona hjá Oddi þangað til að hann giftist og er reyndar áfram á bænum. En hún tók þetta svo nærri sér þegar Oddur giftist sinni konu að hún varð hálf vitstóla. Og eftir að Oddur giftist þá var hún svo tæp að það þurfti að hafa stöðugar gætur á henni. Því að hún vildi fyrirkoma sér og var alltaf hafður maður að gæta að henni sem að lánaðist alveg þangað til að einu sinni gat hún sloppi frá þessum manni og farið hér tótt sem er hér neðan við, eða var neðan við, það er nú allar þær tóttir eru horfnar og þar skar hún sig á háls. Og eftir það þá tók Oddur það einhvern veginn í sig eða varð eiginlega geðsjúkur að hann gat ekki verið einn eftir það og varð stöðugt fyllt. Sérstaklega ef það komið myrkur, þá var alltaf að fylgja honum milli bæja. Og svoleiðis gekk þetta, reyndar hafði borið á því með Odd áður, bæði þegar pappans var nú biskup upp á Hólum og áður hafði hann verið á Staðastað á Snæfellsnesi, pappans. Og þá bara á því að Oddur vildi hlaupa til fjalla og hérna var það sækja hann þangað, þannig að það var eitthvað skrítið við hann svona stundum. En semst eftir að Sólveig fyrir kemur sér, þá fær hún náttúrulega, þá var sagt að hún kæmi í draumi til Odds og vildi láta grafa sig í vígðum reit hér á Miklabæ. En á þeim tíma var það þannig að fólk sem hafði fyrirkomið sér, það fekk ekki leg í vígðum reit. Oddur leitaði eftir biskups en fekk ekki leyfi, þannig að hún var grafin utan garðs. En með Odd er það að segja að Oddur var svona tæpur alla tíð eftir það og 1786 að hausti til þá hafði hann messað á Silfrastöðum og var hlákumyrkur er sagt þegar hann reið heim og hann kom á Víðivöllum. Víðivöllir eru hér skammt sunnan Miklabæjar og í frásögnu segir að hann hafi drukkið kaffi hjá Vigfúsi sýslumanni og tekið fram sem er dálítið merkilegt í mörgum heimildum að hafa verið ódrukkin þegar hann fór. Hvort það var venjulegt að vera drukkin þegar mann kom í Víðivelli veit ég nú ekki en sem sagt honum var fyllt áleiðis en ekki alla leið en svo gerist það að hesturinn hann er hér fyrir neðan bæ daginn eftir en Oddur hvarf og hefur aldrei síðan sést og sagt er að eftir Oddur hvarf þá hafi 40 manns leitað að honum í 8 daga. En sem sagt hann fannst aldrei, en sagan segir að Sólveig hafi verið búin að heita því úr því Oddur vildi ekki eiga hana að hann fengi ekki heldur leg í vígðum reit. En sem sagt Oddur fannst aldrei ekki samkvæmt bestu heimildum, en samt eru til sögur það að lík hans hafi fundist og hann verið grafinn í Hérasdal og sumar heimildir segja hann hafi verið grafinn í Goðdölum. Hérasdalur var heppilegur staður til að fara dult með svona efni þegar menn höfðu
lent í þessu en engin sannanir eru til fyrir þessu. En Sólveig er sem sagt grafin hér utan garðs og 1914 þá var verið að grafa hér í garðinum og þá komu menn og ná litla kistu sem hafði verið utan garðs en var eftir að garðinum var stækkaður, þá var þessi gröf komin inn í garðin. En Björn sem þá var prestur og prófastur hér á Miklabæ, hann bað menn að fara kyrrt með þennan fund á þessu og þessari kistu og þessum fjölum. Því það kom strax upp og bað menn að segja ekki frá því, en auðvitað er alltaf þannig þegar menn eru beðnir að segja ekki frá ykkur og þá fer það smá saman að leka. Þannig að þetta fréttist og svona talið að þetta hafi verið Sólveig. Jæja, allt það. Líður og bíður og bíður og líður. 1937, þá kom boð til séra Lárusar sem var prestur hér á Miklabæ að Sólveig hefði komið fram á miðilsfundi í Reykjavík og óskaði eftir því að beinin hennar yrðu grafin upp og flutt í Glaumbæ. Og þetta var sem sagt gert. Gekk nú reyndar illa að finna gröfina aftur sem hafði fundist þarna 1914 en hún fannst og hér var haldin hérna minningarathöfn í kirkjunni sem þá var á Miklabæ og síðan voru beinin og var gerð falleg kista hana og það sem bein hennar og fjalirnar úr kistunni sem var jafnvel talað hefði verið fatakista hennar. Hún var mjög lágvaxin kona, jafnvel bara 1,50 á hæðina því kistan var svo stutt og samkvæmt mælingum Stefáns á Höskuldsstöðum og séra Lárusar sem var hér, þá var hann bara verið 1,50 á hæð. En Sólveig var sem sagt, hafði minningarstundum hana hér í kirkjunni sem var þá hér á Miklabæ og síðan var hann flutt yfir á Glaumbæ og þar er hún grafin og hann Dúdd á Skörðugjöli, Sigurjón Jónasson, hann einhvern veginn fekk þá hugmynd að merkja leiðið hennar Sólveigar yfir í Glaumbæ og hann lét gera kross og á honum stendur Sólveig frá Miklabæ. Það vissi enginn hvað dóttir hún var eða hvaðan hún kom en Dúddi sagði, eftir hann hafi gert þetta, þá kom hann að leiðinu og sagði mér hefur aldrei við ævinni liðið betur. Já, hérna er sem sagt gamli veggurinn sem afmarkaði gamla kirkjugarðinn og hérna var það sem að Sólveig var grafin norðan við og kistinu stungið innundir og hún sneri náttúrulega vitlaust, hún sneri ekki rétt kistan. Kistu snúa austur og vestur hérna en hún stóð út á suður eins og stundum var gert. En garðurinn var svo stækkaður og þar með var leiðin á Sólveigar komið inn í garðinn. En hér nokkurn veginn á þessum stað þar þegar fólk var grafið utan garðs sem hafði fyrirkomið sér þá fekk það ekki, eins og ég sagði, ekki að liggja í vígðum reit. Þannig að það var gert stundum þannig að það sem var hlaðinn veggur, það var grafið fyrir utan inn undir vegginn þannig að fólk fengi svona aðeins náðsasjón á því að vera í vígðum reit og svoleiðis var það og hér fannst kista Sólveigar. Nákvæmlega á þessum stað hérna hafði verið sett hérna undir vegginn og hér var hún tekin og merkilegt að segja frá því að þegar að hérna minningarathöfnin var hana í Glaumbæ þá var Halldór Laxness staddur þar og var við þessa athöfn og hefur notað þetta minni í mörgum af sínu sögum. En nú er stóra spurningin, trúir þú því að hún Sólveig hafi verið til í alvörunni? Ég er algjörlega samferður, ég hef ekki efast að ég eina mínútu. Ég veit var til og ég held að þessar sögur sé allar sannar, ég held að hún hafi alveg örugglega verið til. Þetta er mörguleyti falleg saga, hún er sorgleg, en þetta er saga frá Miklabæ og þetta er saga sem alltaf verið til og Miklabær mun aldrei gleymast, kannski bara út af þessari sögu, þessari stúlku sem á að hafa verið hér einu sinni og var örugglega hér. En Oddur hefur semst aldrei fundið en af því ég er búinn að vera svo lengi hér á Miklabæ og sagt að Sólveig hefði tælt eða Oddur hefði jafnvel lent í gegninum sem er djúpuskurður hérna niður frá að alltaf þegar ég labba fram hjá gegninum það var nefnilega til saga það að hefði einhvern veginn sést hönd koma undan bakka í gegninum og alltaf þegar ég labba fram frá gegninum þá dreymir mig að það komi hönd undan bakkanum og ég finni beinin úr Oddi. En það verður ekki gerst ennþá.
En hefur þú einhvern tímann orðið var við eitthvað hér? Nei, en ég kom nú hérna 1986, 200 árum eftir að Oddur hvarf og ég auðvitað þekkti þessu sögu en ekki eins vel og ég þekki hana núna en ég man eftir því að hausttíma var ég hér einn heima og það var mjög dimmt og þá gerði ég svona til pröfu að fara upp í kirkjugarð og labba kirkjugarðin og vita hvort ég yrði myrkfælinn eða fyndi eitthvað, en ég hef ekki fundið neitt. Það bara góður andi hér í garðinum og hér á staðnum, þannig að ég mjög óhræddur við að vera hér í myrkri. Ég hef aldrei fundið fyrir neinum að góðu. Hefur eitthvað heimsótt hana Sólveigu út í Glaumbæ? Ég hef komið á leiðinni, já, en hún hefur ekki heilsað upp á mig, ég bara heilsað upp á hana.